Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og klukkan orðin 23 mínútur yfir 9 og það er 4. maí fyrir þá sem er að hlusta hérna eftir á. En eins og við erum búin að koma inn á fyrir kvöld að þá er knattspyrnan hafin og Pepsi-deildin hófst núna í gær og lauk í kvöld fyrstu umferðinni og það var mitt viðuregn FH og KR. Ég var náttúrulega komið með hann Óskar Örn Ólafsson formann í knattspyrnufélags IPVAF. Komdu blessa og sæll ekki? Já, komdu blessa. Herðu, og þú varst að glápa á þennan leik eða ekki áðan? Já, ég sá seinni hálfleikinn. Já, og hvort liðið var betra? Var það ekki FH-ingar? Þetta KR eitthvað voru alveg með þetta sko, svo bara myndi ég segja fáralega skiptingar og þeir töpuðu þessu bara. Já, þannig að Bjarni Guðjónsson Ég held að skiptingarna séu, ég held að skoða þetta Bjarni. Já, það verður gaman að heyra ef við náum á Bjarna Felixson og eftir hvernig hún líst á þetta og nafna sinn með þetta. Já. Herðu, en nú hófst Pepsi-deildin gæru og framundan er fyrsti heimaleikur IPVAF á leiktíðinni bara næsta sunnudag. Þá fáið þið Íslandsmeistarann í heimsókn eða ekki? Jú, það passar. Við stefnum á því að vera fyrsta liðið til að vinna þá síðan 2013. Já, nákvæmlega. Hvernig er svona, aðstæður í Eyjum núna þessa dagana? Það er bara flottu völlur og svona verið að gera kláran. Við erum að setja upp skiltinn og við erum svona beitt af. Já. Græja fjölmiðla aðstöðun í stúkuna og svona, það er nóg að gera. Jú, hann að maður hefur gott um sig hérna uppi? Já, allavega, ég veit ekki hvað það er alveg klárt í fyrsta leikin. Nei. En mættilega þegar leiknir kemur. Já, en þegar maður mætir hérna sjálfur þá má náttúrulega vera í IPVAF-búning og vera bara í stúkunni og öskra áfram IPVAF. Það sjálfsögur, allir sunnundingar og það er með að segja frýtt á leikinu sunnundaginn, þannig að Nú? Það er að gera að taka lottóið og fara í landa í höfn. Já, það er nú ekki leiðilegt að taka ferð til Eyja á sunnundaginn bara með fjölskylduna. Já, það er héraðssambandið eða IPVAF. Íþróttabandalag Vestmanni, héraðssambandið er 70 ára og þeir vilja alltaf bjóða leikinn. Þannig að það er nú rausnarlega gert. Já, þetta er bara hlut af því, þetta er ykkur bara gera vel. En hvernig hefur ykkur svona, gengið að undirbúing fyrir tímabilið? Það er náttúrulega Herjólfur og fleira er ekki búin að vera skemmtilegi við ykkur náttúrulega í vetur? Nei, við höfum ekki spilað, við erum búin að fresta frekar mikið af undirbúinsleikjum hjá okkur, þetta er búin að vera svona erfitt bara. Við höfum ekki fengið eins marga leiki við hefum viljað. Já. Þannig að það sást nú kannski líka að byrja í fyrri hálfleik hjá okkur í gær, við bara vorum allar með þegar við fórum að líða leikinn. Já. Leikurinn gæði fór náttúrulega 1-0 fyrir Fjölni en Eyjamenn hafa þá spilað bara ágætlega þá í síðari hálfleik, voru ekki tilbúinir í fyrir hálfleikin? Já, má ég að segja það, við vorum betur og betur þegar að leiða sérni hálfleikin og hefðum alveg ofta að ná jafna þetta. Það er ekki alveg eins og það vilja alltaf. Nei, og þeir eru komið nýja þjálfari í brúna, líkar hann ekki bara vel við þarna í Vestmannaeyjum? Jú, hann fellur vel inn í þetta hjá okkur, enda ekki búið í höfuborginni, hann er bara auðvitað á landi. Já, og hann þekki það náttúrulega þegar kemur að sjómennsku? Já, hann þekki það, við vorum hérna með vorháttið og fimmtudaginn síðast og hann sög hástöðum þegar hann var sungið káttið voru karlar. Já, auðvitað. Það er ekki að spyrja því. Já, svo Tryggvi Guðmundsson líka með honum, það er ekkert. Já, hann er þarna í þjálfarateyminu? Já, þetta er mjög gott teymi. Já, nákvæmlega. Svo er náttúrulega kvennaliðið ykkar, hvernig svona, þeim hefur kannski gengið jafn skröðlega í undirbúningi að komast náttúrulega undirbúningsleiki? Já, þetta er bara, það hefur verið svona. Ég held að þær er eftir að ná langt í sumar, ég líst bara mjög vel á þetta hjá þeim, sko. Og þær eru bara í hörku formi? Já, þetta verður flott hjá þessi. Já. Og þær eru, hvernig er svona hópurinn og hvernig kannski, fólk veit kannski ekki eins mikið um það í fyrra voruð með gífurlega efnilegt og gott lið, þarna eru allar áfram þarna? Nei, það er eitthvað, við mistum markmanninn til Noregs og svona einn fóru þarna, ég er ekki geimt með nöfnina á þessu, sko. Þetta er nefnilega, ég er ekki í kvennabóltanum, sko, það er sér ráð með það, sko. Já.
en það fylgist með stelpunum. Já. En hérna, völlurinn ykkar allana tilbúinn fyrir komandi átök í sumar? Hann verður klár, þetta verður bara eins og alltaf besti völlur landsins. Já, nákvæmlega, ekki spyrja að því? Nei, það bara þannig. Já. Svona í restinu, hvernig svona tímabili lagst í því bara yfir höfuð og horfir á önnu lið? Svona, það kannski búið að vera aðeins erfiðara fyrir ykkur í undirbúningstímabilinu náttúrulega að geta haft leiki? Já, við verðum bara eins og alltaf, við verðum orðin þarnir að vinna í það 4 umferðir og verður bara flott í okkur. Já, og svo náttúrulega sjálfsögðu verður eiga stemningin í lagi eins og það sem besta stemningin á landinu? Já, það alltaf fjör í eigin, það bara þannig. Nákvæmlega. Svona rétt í lokin áður en ég sleppi þér, ef þú myndir segja núna með við svona fyrstu umferð, þorðið þú eitthvað að segja til hvaða lið, eitthvað yfirbyrðalið í sumar í Pepsi-deild karla? Með það fyrstu umferð þá myndi ég skjóta Leiknir. Þeir eru efstir eða ekki? Jú, sjálfsögðu. Bara leik. Já, koma sterkir hinn hérna á móti Valsmönnum? Já. En ég held að F hérna. Þeir eru með 2 eða 3 lið sem getur spilað í Pepsi-deild, þannig að þeir ættu að vera sterkir, sko. Nú ertu búin að vera viðlóðum boltanum í svolítið aldrei á hvaðan tíma. Hvernig svona, þetta náttúrulega búið að vera mjög þungur og leiðilegu vetur, manstu eitthvað til þess að hefur verið annað eins svona eins og í Vestmannaeyjum að hafi verið svona leiðilegt? Nei, ég man það svo sem ekki. Við höfum yfirleitt spilað mun fleiri leiki heldur við gerðum vetur og það kannski á eftir að vera okkur svolítið svona til að byrja með, sko, en ég hef fulla trú á strákunum samt. Eftir ég sá hvernig þeir spiluðu fyrir að leiða leikin í gær. Já. Og yngri flokka starfsemin, hún gengur alltaf fínt hjá okkur, eða ekki? Já, við erum flotta þjálfar og flott yngri flokka starf. Það var til að myndi einn að spila sér fyrst leik í gær, hann Devo Már, hann stóð sér bara mjög vel, sko. 18 ára, 9 ára, 18 ára. Já. Það er gaman að sjá þessa ungu stráka og við eru heldur betur vita hvað hjarta slæri með hvað þeir vildu allir vera einmitt áfram núna í IPVF fyrir tímabilið. Já, það er bara svolítið. Já, nákvæmlega. Óskar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við hvetjum alla að það er frítt á völlin á sunnudaginn, þannig að það er að gera bara að drífa sig. Það er bara spurning hvora megin Herjólfur fer, sko. Það er lottóið, sko. Það er náttúrulega lottóið, nákvæmlega. Þannig í landi þá er að gefa fyrir fólk og söðulega til að skella sér yfir. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega, að gera fyrir, þá sem við til dæmis ekki eigum, það er náttúrulega Eyjakvöld bara hérna framöndan í Hvítahúsinu og Selfossi á föstudaginn og svo bara halda áfram og fara bara til Eyja. Það er líka fullt af flottu Eyjafólki sem býr hérna á Selfossi, sko. Já, nákvæmlega. Við vorum að fá einn lánaðan, einn Selfossi frá ættaðan úr Eyjum. Já. Og það er, hvað er, Richard? Nei. Richard Sæþór. Já, nákvæmlega. Þannig að pikkið á. Já, þannig að þið að fengið hann hérna á heimahagana. Já, hann ætlaði að speita sér fyrir með okkur í sumar. Hvernig er ykkur hérna í Rangárvallasýslunni sem að æfa með hérna yngri flokkum? Já, það er náttúrulega samstarfið KFR og það var einn strákur, Aron Þrastarsson sem kom hérna og var í framhaldsskólanum og akademíunni hjá okkur í vetur. Já. Það er að spila með öðru flokki hjá okkur. Og svo eru bæði, svo fyndið hérna þeir eru saman í 3. deild KFR og KFS. Já. Þannig að það er skemmt. Doktorinn hann með þetta. Já, nákvæmlega. Bestu þakki fyrir spjall og vonandi sjáumst við bara á sunnudaginn, Brattir, og ég vonast tökum vel á móti ykkur. Ég vonast til góðu lottói á Herjólfi. Já. Nákvæmlega, bestu þakkir. Já, takk svo þess. Og svo náttúrulega til styrtar IPVF þá náttúrulega getur númer IPVF 900 fyrir þá sem ekki vita það og að gera alltaf að merkja við það. Næsti leikur er mitt á sunnudaginn hjá Kallamegin og hefst leikurinn klukkan 5, þannig að það er að gera að fara með Herjólfi og skella sig með fjölskylduna á sunnudaginn. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Það
Það verður sannkölluð eyjastemning næstkomandi föstudagskvöld 8. maí þegar að söngkópurinn Blítt og létt frá Vestmannaeyjum stígur á svið í Hvíta húsinu á Selfossi. Textum verður varpað á vegg hússins og allir geta sungið með þessum einstöku söngperlum frá Eyjum. Húsið opnar klukkan 21. Aðgangseyrir 2000 krónur. Hvíta húsið, skemmtir Sunnlendingum.